Jæja, 0-0 jafntefli niðurstaðan, hver er bara þín fyrstu viðbrögð? Bara fyrst og fremst þá var ég ánægður með margt hjá Þór K. í dag. Það var svona, hvað segir maður, spirit og bara vilji í liðinu hjá okkur í dag og því miður tókst okkur ekki að skora en við heldum markinu hreinu og náðum í stig, það er byrjun á einhverju. Já, myndirðu lítið á þetta bara, er þetta jákvætt, 1 stig, þetta er svona, það að stöðva blæðinguna, má segja það? Þetta er skemmtileg spurning hjá þér. Já og nei, ég meina, blæðing, ég veit það ekki, við erum bara, þú veist, við erum aðeins að spilla okkur frá núna og það var að byrja í dag og margir hlutir sem voru jákvæðir í okkar leik og fyrst og fremst náttúrulega það að við höfum ekki gefið færi á okkur og ekki fengið okkur mark, það er nummer 1, 2 og 3, við fengum einhverja sénsa hérna í seinni hálfleik og það hefði gaman að setja mark á þær en þetta fór 0-0 og það þýðir ekkert annað en að taka því stíu og halda áfram. Erin var lífleg þegar hún kom inn á, þú gerir 3 breytingar, hún er ekki inn á, var það bara taktískt eða hvað var það? Já, þú ert að spyrja okkur Erin, frekar en einhver annar. Ég bara tilfinning kom inn á tilfinning kannski að hún geti komið inn á breytt leiknum sem hún gerði og búið til usla þegar leikurinn var í einhvers konar jafnvægi og það varð alveg raunin og því miður þá náðu við kannski ekki að klóra inn marki á þeim kafla en hún stóð sig vel. Já, þið voru búin að fá okkur 12 mörk í síðustu 4 leikjum, þið voruð ekki að fá okkur mörk færi, er þetta eitthvað sem við erum búin að fara yfir sérstaklega varnarleikurinn í þessu fríi? Já, við erum að rætta hann svolítið og fara aðeins yfir hann og ég vil bæta því við líka við erum með það er líka svona bara spiritíma góður í liðinu og við vorum tilbúin að hlaupa fyrir aðra og berjast fyrir aðra og það bara tökum það ekki síður út heldur en hvernig við erum að hlaupa einhverja varnarhæslur eða verja tegin okkar. Takk fyrir. Takk fyrir.